Komið sæl og verið velkomin í umfjöllun okkar frá fyrsta móti sem Ólafía Þórunn Kristinsdóttir lék í á LPGA mótaröðinni á Bahamas. Ólafía sem þrívegis hefur orðið Íslandsmeistari í höggleik lék á síðasta ári á Evrópumótaröð kvenna, LT, en var með takmarkaðan þátttökurétt og lék því einni á mótaröðinni fyrir neðan. Hún náði sér í góða reynslu og ákvað að fara alla leið síðasta haust og reyna við stærstu mótaröðina, LPGA í Bandaríkjunum, og fór í gegnum 3 úrtökumót. Hún endaði í öðru sæti á loka úrtökumótinu en nærri 600 kylfingar reyndu fyrir sér í mótunum. Rúmlega 20 konur unnu sér inn þátttökurétt á LPGA. Árangurinn var frábær og Ólafía fyrsti kylfingurinn sem vinnur sér rétt á LPGA. Ólafía ákvað að taka þátt á fyrsta móti ársins á Paradísareyju á Bahamas 27. janúar. Undirbúningur fyrir móti var kannski ekki eins og skildi því hún þurfti að fara í kjálkaaðgerð 15. desember en hún gekk þó vel. Kylfingur.is ákvað að fylgja Ólafíu eftir á fyrsta mótinu og fljótlega við komuna spurðu við hana hvernig það væri að vera nýliði á mótaröðinni og hvernig móttökurnar hefðu verið. Þeir hjálpa okkur ótrúlega mikið og eins og í síðustu viku þá voru 2 dagar þar sem að bara kynnt allt fyrir okkur, reglurnar og fjármálin og svo komu líka svona stjörnur og töluðu við okkur eins og Nancy Lopez kom og talaði mjög mikið við okkur og ég fílaði hana alveg í botn. Og svo kom líka Mo Martins, hún var ótrúlega næs og bara góð stelpa og hún vann einmitt British Open, þannig að þær kunna alveg golf. Já, við hittum hana hérna aðeins og hún heilsaði þig mjög vel og svona var að spjalla við þig og við hittum líka aðeins vinkonu Ina Woods og þetta allt svona mjög vinkonalegar stelpur. Já, allavega flestar, það eru svona, ég hef heyrt að hérna á þessum túr það eru stundum svolítið svona keppniskap í þeim og ekkert óalmennilegar en ég hef allavega ekki kynnst því ennþá, þannig að ég reynir bara að halda mig við vingjarnlega hópinn. En þegar þú horfir aðeins tilbaka og varst að keppa Íslandsmeistaratitilinn á Akureyri í fyrra og varst reyndar þá líka að keppa á Evrópumótaröðinni, sástu þetta fyrir þér að þú yrðir komin á LPGA árið 2017? Sko, já, í rauninni, þú veist, maður verður að trúa því að maður geti það og sjá þetta fyrir sér en svo þegar þetta gerist þá er það svolítið svona, vá, þetta tókst í alvörinni, þannig að, já. Er góðar aðstæður hérna fyrir ykkur atvinnumennina? Þú veist, er svona, já, ýmislegt gert fyrir ykkur sem að þú kynnist kannski ekki sem áhugamaður? Já, þetta er ótrúlega flott allt hérna í kringum þessi mót, þú veist, það er í mötuneytinu, þú veist, ég get fengið að borða þar hvenær sem eða morgunmat og hádegismat og svo ég komin þetta upp á hótel og svo bara frábæra æfingaðstæði hérna og allir tilbúnir að hjálpa. Það er sjúkraþjálfari á staðnum, læknar á staðnum, það er allt hérna. Svo er svolítið gott veður hérna líka. Svo veðurguðirnir eru líka í góðum gír hérna. Ólafía var mjög ánægð með að vera í ráshópi fyrstu 2 dagana með bestu vinkonu sinni sem hún kynntist í Wake Forest háskólanum í Bandaríkjunum en það er engin önnur en Cheyenne Woods. Þriðja í hollinu var Natalie Gulbis, heimsfrægur kylfingur, þó stjarna hennar hafi aðeins fallið að undanförnu. Cheyenne er frænka Tiger Woods og við ræddum við hana á Bahamas. I've known Ólafía for so many years, and it's the first time I played with her in a tournament. So the last 2 days have been a lot of fun, and I'm glad I was able to spend her first LPGA tournament alongside her. How can you describe her as a golfer? Ólafía is a great golfer. I don't know, I love playing with this. Like I said, first time I've played in a tournament with her, and so it was really fun. And Ólafía, she's very focused, very laid back, great sense of humor. So I think she has a great personality for being out here, just in order to enjoy it, but still be focused. And you see her, she's out there practicing right now, so she's very determined on being successful. So I think she'll definitely do great out here. Það var ljóst að fyrstu 2 dagana skemmti það greinilega ekki fyrir að þær stöllur voru saman í holli því þær spjölluðu mikið saman úti á völlunum og okkar kona var í góðum gír.
Gentlemen, this is your 8:22 tea time. Would you please welcome, from Reykjavik, Iceland, making her first appearance on the LPGA Tour, Ólafía Kristjánsdóttir. Ólafía lék fyrsta daginn á 2 höggum undir pari sem var flott byrjun en annan daginn gerði hún enn betur og lék eitt besta hring sinn á ferlinum þegar hún fekk 5 fugla og tapaði engu höggi á hringnum. Sannarlega frábær byrjun hjá Íslendingnum. Varstu búin að sjá fyrir að þú myndir komast í gegnum niðurskurðinn og þá spyr ég næst, hvað er næsta markmið? Já, þú veist, ég trúði alveg að ég gæti komist í gegnum niðurskurðinn en ég var eins og ég sagði í gær ekkert að pæla í því í rauninni. Bara slá eitt og eitt högg í einu og svo kemur í ljós hvað niðurstaðan er. Ég gerir mitt besta og það er eina sem ég get gert. Og svo næst bara að halda áfram þannig. Eitt högg í einu og... Þetta er gamall og góður frasi sem er oft talað en hann virkar. Já, að vera í núinu, það er á mikilvægast. Að vera ekki að hugsa niðurstöðuna eða síðustu holur og það er mjög mikilvægt. Eftir 2 mjög góða daga gengur hlutirnir ekki eins vel hjá Ólafíu á 3. degi. 4 yfir pari og hún hrapaði úr 20. sæti niður í á milli 60 og 70. Þreyta spilaði inn í en hún var samt bjartsýn þrátt fyrir þetta bakslag. Í dag, það var ekki alveg nú gaman, þannig að morgun er ég bara að hafa gaman að þessu og já, reyna að fókusa á að vera í núinu. Ég náði því ekki í dag. Ólafía sýndi strax í 4. hringnum að hún var einbeitt og klár í slaginn. Hún lék flott golf eins og fyrstu 2 dagana og endaði hringinn á 2 undir pari. Hún náði þó ekki að vinna sig upp listan og endaði 69. til 70. öðru sæti á 5 undir pari. Okkar kona vann sér inn rúmar 300.000 krónur á þessu fyrsta móti sínu og tekur dýrmæta reynslu með sér. Næsta mót verður í Ástralíu og síðan fleiri í kjölfarið. Ólafía var sátt á móti loknu þegar við ræddum með hana. Jú, ég er bara mjög sátt með að vera 3-4 dögum undir pari. Átti einn off-dag sem bara gerist og í dag var allt komið í gírinn aftur. Já, þú varst að leika bara svipa golf í dag eins og dag 1 og dag 2. Þú varst að slá öll höggin nokkuð vel og oft í færum fyrir fugl. Já, þetta var svona smá alveg á brúninni dagur. Þannig að það voru nokkur pút sem voru bara hálfsfreitt frá en svo fekk ég líka þetta pút sem fór í. Þannig að þetta var smá þolinmæði. Náðurðu svona aðeins að vinna í, hvað getur þú sagt, í núinu? Þú hefur verið betri í einbeitingunni í dag heldur en á 3. deginum? Já, ég náði að halda mér í núinu og einbeita mér bara einu högg í einu. Og bara, já, bara mjög afsluppið í dag. Hvað tekurðu með þér eftir svona mót? Þitt fyrsta mót á LPGA mótaröðinni og hvað tekurðu með þér? Bara, ég er reynslunni ríkari. Þú veist, þetta er öðruvísi að vera á svona stóru sviði og því líkt dýpt hérna hversu margir eru undir pari og bara, já, ég læri bara af þessu og því meira sem ég spila inn og því þægilegra verður það. Þannig að vonandi bara næsta móti ennþá betra. Já, það er alveg ljóst að miðað við skorið í þessu móti að þetta er gríðarlega flinkar golfkonur hérna. Þetta er bara elítan hérna. Hvað myndirðu segja og þyrftir að bæta helst? Er þetta bara svona almennt allt saman sem að þarf að fá náttúrulega fleiri púti í og annað? Það er það sem telur, maður hefur svona verið að fylgjast með þeim efstu hérna. Þær eru greinilega að setja fleiri púti í. Já, kannski ég er ekki alveg komin í gírinn strax eða þú veist, æfingarleysi núna en þannig ég þarf bara að æfa meira og ég held ég sé á réttri leið með æfingarnar mínar þannig að svo líka bara að vera aðeins sterkari hér og trúa sjálf á mig meira. Þetta er mjög mikið sjálfstraust þannig að þegar ég næ því þá bara eru mér allar leiðir færar.